Flæði í raun og veru ekkert annað en að efni sem að gufa upp eða leysast upp í vökva dreifa sér það svæði, þann vökva sem þau eru í. Ef við værum með ylvatnsglas í herberginu, myndi leggja það hérna á gólfið eða á næsta borð og þetta væri herbergið, það sem gerist hægt og rólega, ylvatnið dreifir sér herbergið af svæði þar sem mikið af því, sem styrkurinn meiri, yfir á svæði þar sem minna af því, styrkurinn minni, við köllum þetta, það dreifir sér með styrkhallanum. Því það minna hér og meira hér, í að vera jafnt. Síðan til eitthvað sem heitir osmósa. Og osmósa gerist yfir frumuhimnu þegar við erum að tala vatn. Það nefnilega þannig að sum efni komast yfir frumuhimnu nokkuð frjálslega, eins og til dæmis vatn. Vatn kemst yfir og þegar vatn fer yfir frumuhimnu köllum við það osmósu. Og við getum hugsað þetta svolítið þannig, þau efni sem að komast frjálst yfir frumuhimnuna, þau dreifa sér bara með flæði. Styrkurinn verður jafn báðum megin. En hvað ef það eru efni, eins og til dæmis ákveðin sölt, sem komast ekki frjálst yfir eða það tekur tíma að flytja þau yfir. Ef að, gefum okkur að það séu 2 salteiningar í þessu rými, en það eru 6 salteiningar í þessu rými. Þetta er nú svona óbáslega einföldun hjá mér, en það er meira salt hérna megin heldur en hérna, 3 sinnum meira hérna megin, en það er í upphafi jafn mikið vatn. Skulum teikna bara, ég er ekki að teikna þar jafnt, það skiptir engum máli, það dreifa sér jafnt. Það sem gerist að hér eru 2 salteiningar á móti 12 vatnseiningum, en hérna 6. Hérna helmingi færri salteiningar en hérna töluvert færri. Þannig að það sem gerist að það fer vatn hérna yfir. Þangað til að hlutfallið á milli salteininga og vatnseininga er orðið að sama. Það þarf helmingurinn að fara yfir. Þannig að ég fái 6 hingað yfir, þá eru komnar 6 yfir 18 hérna megin og þá 2 yfir 6 hérna megin, þetta er sama hlutfalli. Þetta jafnar sig út. Síðan jafnar saltið hægt og rólega, það er flutt hægt og rólega yfir og þá getur saltið runnið tilbaka. Þetta er ástæðan fyrir því að við fáum bjú, við tútnum pínu út þegar við borðum mjög mikið salt. Flæði hins vegar er líka notað í loftskiptum. Þegar æðarnar liggja í mjög nálægt yfirborðinu í lungnablöðrunum í lungunum, af því að þá ef þetta er lungnablaðran sjálf, kemur loft hérna inn, það inniheldur meira súrefni heldur en það er CO2 í blóðinu sem kemur inn, það er lítið af því hérna þannig að það lekur út, en súrefni sem er í andrúmsloftinu, það kemur inn í staðinn. Af því að það er meiri styrkur af súrefni hér heldur en hér, þá færist það hingað, það er meira af CO2 hér heldur en hér, þess vegna færist það hingað. Þetta er bara flæði, svona virka loftskipti. Þannig að flæði og loftskipti eru fyrirbæri sem að virka mjög víða í líkamanum og í lífverum bara yfir höfuð.